Tilbúin daginn. Góðan daginn. Velkomin á vorfund Tækniþróunarsjóðs. Það löng og mikil hefð fyrir því að halda vorfund, stundum í betra veðri en núna. Allavega fyrir þá sem eru að horfa fyrir norðan heiðar, við sendum ykkur bara hlýjar vorkveðjur hérna úr norðan garranum í Reykjavík. Við erum með áhugaverða dagskrá í dag því að það eru 20 ár síðan að Tækniþróunarsjóður var settur á laggirnar með því sniði sem hann hefur verið síðan, þó hann hefur tekið einhvern breytingum að þá hefur sjóðurinn starfað óslitið núna í 20 ár. Þannig við ætlum örlítið að líta öxl, en við ætlum jafnframt, eins og nú aðal tilefni vorfundana, að fagna með þeim verkefnum sem að voru að fá tilkynningu bara fyrir örfáum dögum síðan að þeir fá styrka þessu sinni í þeirri miklu samkeppni sem styrki úr sjóðnum, að fagna með þeim hér í lokin. Þannig ég vona að þið geti verið með okkur all tíman. Ég heiti Ágúst Hjörtur Ingþórsson og forstöðumaður Rannís og mitt hlutverk hér í dag er ekki að vera tímavörður. Dagskráin hérna. Við byrjum að sjálfsögðu á ráðherra og ég vil biðja Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur að gjöra svo vel að koma og setja þetta og fara í gegnum það sem að mér sýndist vera afar áhugaverða kynningu súnum. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir það og gaman að vera með ykkur hérna í dag og bara til hamingju með daginn. 20 ára saga og tilefni til að ræða nákvæmlega það sem hér var uppi og yfirskrift fundarins frá frægi til framfara. Já, hann komið það. Og eins og Ágúst sagði nú í upphafi að þetta sé vorfundur og þá þetta alls ekki vor úti, hvað þá sumar, en tilefnið samt gleðilegt, bæði úthlutunin og 20 ára afmælið. Og þegar maður horfir aðeins tilbaka, hvernig var umhverfis og hvað við vorum að díla við árið 2004. Fyrir utan það að ég hef verið 14 ára, þá stofnaði Mark Zuckerberg Facebook. Bush var endurkjörinn forseti Bandaríkjanna og Google kynnti Gmailið til sögunar. Það fór í loftið þann 1. apríl og margir héldu að Gmailið væri gabb. Á Íslandi á sama tíma þá var Farice 1 strengurinn tekinn í notkun. Það var samþykkt talsvert umdeild breyting á útlendingalögum, svo þar hefur ekkert breyst. Ólafur Ragnar synjaði lögum eignarhald á fjölmiðlum, Björk var að syngja á Ólympíuleikunum, það var verkfall grunnskólakennara sem ég var nú talsvert ánægð með á þeim tíma og hljómsveitin Hjaltalín var stofnuð, lyfjaþróun hlaut nýsköpunarverðlaun Rannís og útflutningsráð og síðast en ekki síst að þá var Tækniþróunarsjóður stofnaður. Og hlutverk sjóðsins var skilgreint mjög vel á fyrstu stigunum að styðja við þróunarstarf og rannsóknir og þetta var framfaraskref þar sem fólk var að hugsa til lengri framtíðar. Og stofnun sjóðsins var hluti þá að umfangsmiklum breytingum á opinberum stuðningi við rannsóknir og nýsköpun sem fólst líka í stofnun Vísinda- og tækniráðs, stofnun Rannsóknarsjóðs og markáætlunar. Og Vísindasjóður og Tæknisjóður voru lagðir niður í staðinn og fjármagn í sjóðina aukið til muna. Og við getum þakka fyrir þá framsýni sem þarna var sýnd. Framsýni sem einmitt var ekki hugsuð til 1 eða 2 ára eða 1 kjörtímabils, heldur til lengri tíma og til vænlegs árangurs fyrir Íslands samfélag til lengri tíma. Og árið 2004 að þá var 200 milljónum úthlutað á Tækniþróunarsjóði. Það voru aukin útgjöld í málaflokkinn og meðal fyrirtækja sem hlutu stuðning þá eru einhver sem maður kannast við. Það var Marel sem fékk 5 milljónir úr fyrstu úthlutuninni og Háskóli Íslands fékk líka 6 milljónir til súrefnismælinga á augnbotnum. En árið 2024 stöndum við nú á 20 ára afmæli sjóðsins og Facebook einhvern veginn orðinn samfélagsmiðill miðaldra fólksins
Sennilega verður kannski Donald Trump forseti í annað sinn og aprílgabbið notað af 1,8 milljarði manna. Og 5 milljónirnar þær hafa nýst Marel vel sem orðið burðugt alþjóðlegt fyrirtæki og hefur skapað fjölda starfa og verðmæta fyrir íslenskt samfélag. Og það má gefa sér að aukrannsóknir háskólans hafi nýst í uppbyggingu Oculus sem að gera frábæra hluti og eru gaman að fylgjast með til framtíðar. Og þessum tíma höfum við líka séð fjármagn fara frá Tæknirannsóknasjóði til Kerecis sem orðið stolt okkar og einhyrningur. Og hver sem ég fer síðasta 2,5 árið þá hef ég verið að tala um stoðir efnahagslífsins. Tala lengri tíma sýn fyrir Íslands og hugviti geti orðið stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og það ekki bara einhver klisja eða einhver markmið á þessu kjörtímabili, heldur það lengri tíma sýn hversu mikilvægt það fyrir Ísland að hugsa alltaf til þessa þegar við erum að taka ákvarðanir hvernig við verjum fjármagni, hvar við gerum það og hvernig við sjáum árangur til lengri tíma. Og það eru talsverðar áskoranir uppi í dag þegar ríkissjóður stendur frammi fyrir því að við þurfum einhvers staðar að draga saman seglin. Við þurfum að fara betur með fé og gæta að því að eyða ekki efni fram. En hvaða árangur höfum við séð að þeirri forgangsröðun sem hefur birst í ríkisfjármálunum til þessa að það ótrúlegur árangur. Það 151 milljarður aukalega í útflutningstekjur á síðustu 7 árum. Og ákvarðanir sem hafa verið teknar á þessu tímabili, bæði endurgreiðslur rannsóknar og þróunar en ekki síst efling alls stuðningsumhverfisins okkar, hefur skilað sér í því að fyrirtæki velja að vera hér. Það eru fleiri sem stækka og við sjáum aukinn árangur, fjölbreyttari störf og auknar tekjur í þjóðarbúið. Og framtíðarspáin ekki síðri en hún verður ekki sjálfkrafa. Þar allt í einu verða tölurnar sem við sáum hérna á undan talsvert minni af því að spá stærstu 18 fyrirtækjana sem skapa þessa stoð svona. En það eru líka væntingar þeirra sem verður að standa undir gagnvart því hvernig við höldum áfram utanum stuðningsumhverfið og umhverfi fyrirtækja á Íslandi yfir höfuð. Og stuðningsumhverfið orðið mjög víðfeðmt. Það alveg ljóst að Tækniþróunarsjóður hefur frá upphafi verið lykilstoð í opinberu stuðningsumhverfi nýsköpunar og atvinnuþróunar á Íslandi. Og það fæ ég ekki bara staðfest með þessum tölum sem við lítum á, heldur líka bara samtölum við frumkvöðla og okkar framsæknustu fyrirtæki land allt sem hafa nýtt sér Tækniþróunarsjóð á fyrri stigum og eru að segja mér árangurssögur hvert sem ég fer. Og ég tel líka óhætt að segja að á síðustu 20 árum höfum við náð mun betri samfellu í opinberum stuðningi við nýsköpun hér á landi. Við erum alltaf að reyna að bregðast við því að það sé ekki þessi dauði dalur og hann sé ekki of djúpur, heldur séum við að búa til þannig umhverfi að hugmyndir verði að veruleika. Og það hægt að nefna margt, en þetta myndar kannski svona keðju í umhverfinu sem allt hefur sinn tilgang og sumt hefur tilgang í skamman tíma og annað síðan til lengri tíma og mér þykir mikilvægt að við séum líka alltaf að hugsa það hvernig getum við gert betur. Það að vera orðin samkeppnishæf, að vera meðal topp 20 efstu þjóða á Íslandi í nýsköpun, við ætlum ekki að sitja þar við. Af því að ef við hreyfumst ekki hraðar, að þá verðum við mjög hratt, föllum við aftur talsvert hratt í umhverfi, tækni og breytinga. Og við höfum sett fjármagn í ýmsa sjóði, við höfum verið að styðja við umhverfið, við menningu nýsköpunar líka og við það að fólk sjái tækifæri í því að láta hugmyndir sínar verða að veruleika og það bara einfaldlega gaman að vera partur af nýsköpunarumhverfi Íslands í dag. Nýsköpunarvikan eitt gott dæmi eitthvað sem hefur blómstrað og sýnir líka áhuga erlendis frá á Íslandi og því sem við erum að gera hér. Af því að það alltaf áskorun að vera í nýsköpun og það aldrei að vera auðvelt.
það ströggl og það getur verið alveg fucking erfitt og mikið brass. Afsakið blótaði, Stýnir fór fólk að hlæja. Þetta ekki skrifur að nefnilega, annars þetta ekki staðið. En á sama tíma þá vil ég líka að við horfum á það hvernig ætlum við að vera í fremstu röð og hvað þurfum við áfram að gera betur. Og eitt að við verðum að horfa til þess að fjármunir í nýsköpun eru ennþá að langstærstum hluta að fara til karla. Og þar sjáum við eitthvað þar sem við verðum að hugsa hvernig getum við gert betur, af hverju staðan svona og hvar ætlum við að vera leiðandi í þessu. Og áskoranir jafnra tækifæra og jafnréttismála eru mjög mismunandi. Ég var að stíga hingað að fundi stöðu drengja í íslensku menntakerfi. Og þar mikil áskorun gagnvart stöðu drengja og árangri þeirra í námi. En á sama tíma leið ég setja á mig nýsköpunarskóna eru svipaðar áhyggjutölur þegar kemur að hvað lítið fjármagn að renna til kvenna. Og við þurfum að þora að ræða þessa stöðu og hvernig við ætlum að bregðast við því að það mikill minnihluti kvenna sem fær styrk úr Tækniþróunarsjóði. Við þurfum að gera betur í að Tækniþróunarsjóður nái til þeirra og að fleiri sæki í hann og þær sjáu jafn mikil tækifæri að verða frumkvöðlar og að ná árangri með sínar eigin hugmyndir eins og karlmenn í íslensku samfélagi. Og einn liður í því að endurskoða sjóðinn og velta fyrir sér hvernig framtíð Tækniþróunarsjóðs. Af því að við ætlum aldrei að halda okkur í sömu spórunum heldur ávallt að mjaka okkur áfram. Og ég veit að stjórnin að fara í ákveðna vinnu gagnvart þessu. Það þarf líka að velta upp eins og ég velti hér upp í fyrra nafni sjóðsins af því að þetta mikilvægasti samkeppnissjóður til stuðnings nýsköpunar hér á landi og á ekki einungis við tækni í dag. Góðgestir, sjóðirnir hér á landi eru þannig og eru orðnir mjög margir. Margir hafa talað frumskó umhverfisins og við reyndum að leysa þann frumskó aðeins með því að setja á fóti nýsköpunargáttina skapa.is þar sem við reynum að hjálpa fólki að feta veg frumskós umhverfisins og fá upplýsingar og aðgengi að þeim nýsköpunarstuðningi sem til boða, hvort sem það í formi styrkja og stuðnings eða annarra stuðningsleiða. Og við erum í miðri hringiðu þessara stafrænnu breytinga. Það mjög hröð þróun gervigreindar sem mun hafa mikil áhrif á frumkvöðlastarf á Íslandi eins og allt annað starf, meðal annars umsýslu hins opinbera og í því eru gríðarleg tækifæri. Að sjálfsögðu erum við meðvituð ógnirnar og tökum það inn í vinnuna sem nú stendur yfir að móta fyrstu aðgerðaáætlun Íslands í gervigreind, en frumkvöðlar og fólk sem situr hér í þessum sal á að horfa á tækifærin fyrst og fremst, hvar Ísland getur hreyft sig ótrúlega hratt og gert betur á mörgum sviðum með nýtingu tækni þar sem við erum fá, við erum mjög tæknivædd og aðgangur að neti hvergi betra. Og rétt eins og árið 2004 þá sjáum við tækifæri í endurskipulagningu sjóða og endurskoðun á hinu opinbera stuðningsumhverfi. Við leggjum mikla áherslu á að stuðningurinn sé skilvirkur, umsýslukostnaðurinn of mikill, það of mikið einfaldlega að það sitji 126 manns í stjórnum sjóða á Íslandi. Og við þurfum að gera betur af því að við erum þannig land að við höfum sýnt framsýni eins og við gerðum 2004 að bæta alltaf úr umhverfinu, nýta fjármunina betur beint til frumkvöðla og að nýta okkur tæknibyltinguna meðal annars til þess. Markmið okkar alveg eins og markmiðið 2004 sem var mjög skýrt. Að þinn opinberi stuðningur nýtist hvað best á þeim sviðum þar sem þörfin mest og aðkoma stjórnvalda sé einfaldlega í takti við tíðarandann og samfélagslegar áskoranir. Mig langar að þakka starfsfólki Rannís og fagráði Tækniþróunarsjóðs fyrir þeirra góða starf í þágu sjóðsins, líka bara öllum sem hafa komið að sjóðnum, leiddu það að hann varð að veruleika fyrir 20 árum síðan
og hafa komið að sjóðnum hingað til. Árið 2004 þá úthlutaði sjóðurinn 200 milljónum. Í dag erum við að fara að úthluta tæpum 3 milljörðum króna úr Tækniþróunarsjóði. Og í dag er helmingi þessara fjárhæðar úthlutað, en ég vil óska þeim styrkþegum til hamingju með nýfenginn styrk og óska ykkur allsins besta í ykkar frumkvöðlastarfi með ykkar hugmyndir. Það er ótrúlega gaman að sjá hvað Íslendingar og fólk hér með stórar hugmyndir ætlar að breyta heiminum dag eftir dag með sínum hugmyndum og leggur alltaf veði, og þannig er Tækniþróunarsjóður gerður til þess að styðja við þær hugmyndir. Takk fyrir og til hamingju. Takk fyrir það, Áslaug Arna. Þetta var þörf áminning að setja fjárveitinguna á fyrsta ári og núna síðasta ári. Það setur hlutin í samhengi, mjög mikils vísir. Næst ætlum við að fá einn reyndasta starfsmann Rannís, sem væntanlega stígur hér í pontu í síðasta sinn sem starfsmaður Rannís. Þetta kom inn yfir 70. Til að fara aðeins yfir söguna, hann er búinn að fylgjast með og vera hluti af Tækniþróunarsjóður mjög drjúgan tíma, ekki alveg öll 20 árin, en mjög drjúgan hluta þess tíma. Þannig ég ætla að biðja þig, Sigurður Björnsson, fyrrverandi sviðsstjóri rannsókna og nýsköpunarsviðs og ábyrgðarmaður sjóðsins, að fara með okkur á 10 mínútum í gegnum 20 ára sögu. Björnsson. Já, takk fyrir og komið í sæl. 10 mínútur, ég veit ekki hvort ég náði því, en við sjáum til. En ég ætla bara að byrja á þessu að, hvernig ger ég þetta nú? Já. Nei, ég er nú bara að fara tilbaka. Og lína það. Svona. Þannig bara byrjum á byrjunni og Áslaug Arna er auðvitað búin að fara yfir þetta aðeins núna í sínu erindi, en þetta var sem sagt 2002 sem að lögin eru sett, koma fram. Þau eru síðan samþykkt 2003 og þarna er verið að leggja grunninn að vísinda- og tækniráði, leggja grunninn að nýjum sjóði sem er Tækniþróunarsjóður, og auðvitað að sameina vísindasjóð og tæknisjóð í rannsóknarsjóð. Það er svona ákveðin misskilningur að Tækniþróunarsjóður sé beint framhald af tæknisjóði, en það var ekki alveg þannig, en þetta sem gerist á þessum tíma og þannig er upphafið af sjóðnum. Nú, ég vil aðeins minnast á þessa aðilar sem hafa komið á sjóðnum og hafa rauninni mótað sjóðinn að mestu leyti eða miklu leyti eins og hann er í dag. Þarna sjáum við Hallgrím Jónasson og Svein Þorgrímsson. Þetta eru fyrstu formenn sjóðsins. Og Hallgrímur var formaður tækninefndar. Hann tekur við sem formaður, en það kom fljótt í ljós að hann var eiginlega alltaf vanhæfur, því að hann var jafnframt forstöðumaður Iðntæknistofnunar og þeir voru að sækja í sjóðinn. Þannig að það gekk ekki alveg upp það dæmi, því að samt sem áður voru reglurnar þannig varðandi vanhæfi í þá daga að menn viku bara fundi varðandi tiltekna umsókn sem var rædd. Í dag er það þannig að þú bara víkur úr stjórn á meðan ef menn eru vanhæfir. Þannig að þetta er alltaf að þróast. Nú, Sveinn Þorgrímsson tekur þó við, hann er starfsmaður ráðuneytisins, innanráðuneytisins, skrifstofustjóri þar, og hann var jafnframt líka svo starfsmaður sem að vann að undirbúningi sjóðsins á sínum tíma. Þannig að það má eiginlega segja að hann sé svona lykilmaður í þessari stofnun og það hvernig þetta verður til, og hann er þess að formaður til ársins 2009 eða út 2009. Þannig að þessi tveir menn eru svona þessi móta þessa sögu nokkurn veginn. Í þá daga þá vorum við með tiltölulega einfalt kerfi, það var forverkefnisstyrkur og það var verkefnisstyrkur. Þetta voru 310 milljónir, en síðan er fljótt þarna upp úr 2008 að þá er farið að ræða um þessi verkefni sem að sátu eftir. Það er að segja, hvernig ætlum við að koma verkefnum yfir á markaðinn, hvernig ætlum við að gera þetta af alvöru vöru. Og þá var til þess við köllum brúarstyrk, en
En það er hérna líka til öndvegisstyrkur sem var til á þessum tíma, en það var einungis einu sinni sem hann var boðinn út. Ástæðan var sú að það kom hrun. Sjóðurinn átti að fá 90 milljónir aukalega til viðbótar 2009 og svo áfram. Og ráðherra ákvað að halda þeirri hækkun inni, það var ekkert sjálfgefið á þeim tíma, en við settum upp þennan öndvegisstyrk. Þarna áttu við að styrkja vistvænt eldsneyti, sjálfbæra ferðaþjónustu og reyndar vistvænar byggingar og skipulag. En þið sjáið sko að vistvænt eldsneyti, sjálfbær ferðaþjónusta, þetta bara sama þema eins og í dag ennþá. Þannig að þarna verður þessi brúarstyrkur til og svona leit umhverfið út 2008. Þannig að þetta bara glæra sem ég tók frá 2008. Hún er ekki eins flott eins og glærna hjá Áslaugu, en þetta er svona bara eins og þetta leit út í þá daga. Og þarna var sem sagt brúarstyrkurinn, hann var hugsaður sko hvernig komum við þessum verkefnum úr Tækniþróunarsjóði og reyndar úr öðrum sjóðum yfir í Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins. Því þar átti að fjárfesta. Það var reyndar líka þannig að í upphafi var heimild til þess að fjárfesta í fyrirtækjum í Tækniþróunarsjóði. Sú heimild var aldrei nýtt og það var meðal annars verk Sveins að móta þá stefnu og segja þá verðum við bara háðir þeim fyrirtækjum og það var farið í það að benda bara þeim verkefnum yfir í Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins en það átti það að vera hans hlutverk. Nú, svo höldum við áfram, þarna bætast við þeir formenn sem að síðar komu til sögunar og þetta er ákveðin kaflaskil og það sem að gerist þarna að stofnanirnar, ríkisstofnanir, stofnanir tengdar ríkinu, þær ekki lengur að leiða sjóðinn. Þarna nú eru fulltrúar atvinnulífsins komnir til sögunar og það Hilmar sem að fyrsti fulltrúi atvinnulífsins sem að tekur við árið 2010 og hann var mikið út í Kína á þessum tíma og hann sendi okkur bara vídeó þegar hann þurfti að tala við okkur. Fyrir 10 ára síðan gaf CCP út sinn fyrsta leik, EVE Online, og gaman þó því að segja að sá leikur var einmitt styrktur af Tækniþróunarsjóð eða reyndar fyrirrennara sjóðsins upp á 1,5 milljón krónur. Okkur hefur alltaf þótt mjög vænt þá styrkveitingu vegna þess að bæði á sínum tíma voru þetta töluveri peningar fyrir fyrirtækið, en fyrst og fremst var þetta mikil viðurkenning á þeirri vinnu sem við vorum að gera vegna þess að á þeim tíma voru ekki margir sem höfðu trúið því að hægt var að gera tölvuleik á Íslandi. Það var mér því mikill heiður þegar við beðum árið 2010 að vera stjórnarformaður sjóðsins og það líka mjög spennandi það sem að gerast núna með sjóðinn þar sem við erum að gera miklar umfangsbreytingar á sjóðnum í kjölfar því að nú búið að auka fjárveitingar til sjóðsins. Já, spennandi hlutir að gerast og það það sem var að gerast akkúrat á þessum tíma og þarna byrjum við í rauninni að endurskilgreina styrktarflokka og til þess að reyna að kofera alla nýsköpunarkeðjuna til þess að ná betri árangri í stuðningi við frumkvöðla. Og þá verða til þessi flokkar og þeir eru rauninni enn þann dag í dag með svipuðu sniði og þarna erum við komin yfir í einhverju leyti yfir í grænubyltinguna, þetta allt orðið kennt við landbúnað, allir styrktarflokkarnir, sem alveg hreint ljómandi gott, nema að við sjáum að hagnýtt rannsóknarverkefni eru þarna svona undantekning, og við erum síðan með einkaleyfi styrkina sem detta inn þarna. Og ef við lítum á keðjuna, nýsköpunarkeðjuna eins og var þá, já, hún svo Dafna, en Ásta Sóleyjar tekur Dafna fyrir, það sem að gerist síðan að gerast núna á síðustu 2 árum. Þetta nýsköpunarkeðjan eins og hún leit þá, þetta líka glæra frá þessum árum og þarna sjáum við að það sem við erum að reyna að stefna það að draga verkefni úr háskóla, úr stofnunum yfir í atvinnulífið og það eru hagnýtt rannsóknarverkefni. Við viljum styrkja einkaleyfis umsóknir á öllum stigum nýsköpunarkeðjunar og síðan koma fræið fyrir þá sem eru að byrja, sprotinn, vöxtur, sprettur og svo markastyrkur.
þannig að brúastyrkur sem var til upphaflega, hann heitir orðið markastyrkur. Og nú er búið að skipta markastyrki í tvennt, en það er smá breytingar þarna. En þetta er nýsköpunarkeðjan eins og hún leit út árið 2008. Nei, ekki 2008 fyrirgefið, eins og leit út, sko, var til sem sagt á árunum 2010 til 2014. Og 2014 er dálítið lykil ár í sögu sjóðsins. Þarna verður til aðgerðaráætlun Vísinda- og tækniráðs sem birt í maí 2014. Það átti að auka slagkraftinn og auka fjárfestingu, aukin áherslu á alþjóða samstarf. Nota bene, sjóðurinn hefur tekið virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi sem ég held að sé mjög jákvætt. En þetta er svona, allavega í mínum huga, dálítið lykil plagg í þessari þróun. Og það náttúrulega líka fækka sjóðum og sameina. Á sama tíma eru samtök iðnaðarins 20 ára og þau eru líka að koma með sína nýju sókn, aukinn drifkraftur og við erum að sameinast það að reyna að drífa þetta áfram. Samtökin unnið með okkur, þeir voru venjulega með manni stjórn líka hjá okkur og eins og segi aðgerðaráætlun Vísinda- og tækniráðs og það er bara blásið til veislu í Háskóla Reykjavíkur. Þarna höldum við upp á 10 ára afmælið og við leggjum undir okkur aðra hæðina eins og hún leggur sig. Við vorum með 57 fyrirtæki sem sýndu afurðir sínar og héldum þetta mikla hátíð og þarna voru ýmsir sprotar sem við könnumst nú við að einhverju leyti í dag, sem síðan hafa bara vaxið. Ég sá það að Pétur í Nox var einmitt að skrifa daginn einhverju stuðningsgrein við forsetaframbjóðanda og þar nefndi hann að þeir væru búin að skila núna 27 milljörðum í gjaldeyristekjur og hjá þeim störfuðu í dag hér á landi 100 manns. Ég veit ekki hvað voru margir á þessum tíma hjá þeim en það voru ekki svo margir allavega. Þannig að þetta eru tveir sprotarnir, svo eru aðrir hérna sprotar sem voru kannski ekki komnir ekkert lengra en hinnir á þessum tíma. En þið sjáu þarna til vinstri, séð frá ykkur, að þarna er Oculis. Þið sjáu líka Risk, þið sjáu Oximap. Þetta eru verkefni sem að Einar Stefánsson og kollega Þorsteinn Loftsson að vinna að. Og ég held að Einar sé einn mesti raðfrumkvöðl sem við eigum hér á Íslandi. Hann er búin að vera ótrúlega öflugur. Þannig að það er bara gaman að fylgjast með því sem hann var að gera. Og síðan sjáum við Controland sem við þekkjum úr COVID-tímanum. Þannig að þetta er það sem við vorum að gera og ég heldur bara mikla gleði. Og ég held að þetta sé hljómsveitin sem við sendum á Eurovision sem kom hérna og skemmti línum. Þannig að þetta var mikil hátíð og þá má ég segja að þetta var þarna sem sagt klárar Hilmar sitt tímabil og við erum komin með þessa styrktarflokka eins og þeir líta út meira og minna í dag. Nú við sjáum líka þarna að þetta hafi áhrif á framlög til sjóðsins. Ég man að það kom ný stjórn 2013, Sigmundur Davíð myndaði stjórn og við náttúrulega drógum hann inn á sýninguna og fórum með hann og gengum hérna allt og ég held að hann hafi verið óbúslega hrifinn og ánægður. Enda sjáum við það bara í hækkun framlaga sem koma hérna bara strax í kjölfarið. Þannig að þetta getur borgað sig líka að halda góða og myndarlega fundi. Síðan ef ég aðeins fer yfir þessa vorfundi sem við vorum að halda, því að bara 3 síðustu, við getum ekki farið öll árin, en þarna heldum við vorfund árið 2018, ætlum að fara út í heim. Þarna er Hrund Gunnsteinsdóttir orðin formaður og við sjáum Þórdísi Kolbrúnu vera að spjalla hana. Þarna er Oculis að kynna Páll og þið sjáu það að þeir sem að hlusta á eru mjög skeptískir á þetta allt saman því að hann er örugglega verið að segja frá okkur framtíðar áformum og ég er ekkert viss að við höfum trúað því á þeim tíma en það var ljóst að Einar var alveg hreint mjög brattur og var til í að sjá þetta og skildi þetta allt saman. En þarna sjáu þið Svein Þormóðsson sem að eins og segja þið svona lykilmaðurinn í sjónum og ég held að sjóðurinn eigi að halda hans nafni svolítið á lofti. Það sé alveg vel þess virði. Nú,
við förum í hringrásina 2019, þið sjá að sjóðurinn er að vera grænni, hann er ekki bara flokkaðir séu að taka upp landbúnaðarheitin, heldur sjóðurinn sjálfur bara að vera grænni. Þarna heldum við fund hringrásarkerfið. Fengu sérfræðing frá Finnlandi, Mikko Kosonen, sem var formaður eða forstjóri sjóðs í Finnlandi, sem að finnska þingið stofnaði á 50 ára afmæli sínu 67, heitir Sitra og átti að fjármagna sjálfbær verkefni á hvaða sviðin sem var. Þannig að hann var þarna að spjalla við okkur hringrásarhagkerfið og við byggum líka til nokkuð myndbönd svona. Hringrásir eru undirstaða lífsins á jörðinni. Allar lífverur eiga sér ákveðin lífsferil sem gengur hring eftir hring. Í náttúrunni er í raun ekkert rusl. Úrgangur frá einni lífveru er hráefni fyrir aðra. Þessi hringrás hefur þróast á milljörðum ára. Mennirnir hafa með lífsháttum sínum rofið þessa hringrás Með því að nýta sér auðlindir jarðar og henda þeim síðan. án þess að endurnýta þær. Með því sem við erum að gera erum við að afhenda komandi kynslóðum háanreikning og við erum að draga úr möguleikum þeirra á sjálfbærri þróun og góðu lífi. Þið munum vantarlega eftir þessari hvað höfum við gert og þetta voru sería af alls konar myndböndum og sjóðurinn kom að þessu. Hann styrkti hluta af þessu myndböndum og við notuðum þarna á þessum vorfund okkar. Já, og það er náttúrulega alltaf gleði á vorfundum og þarna sjáum við hluta starfsfólki Rannís og merkilegt að forstöðumaðurinn okkar, hann hefur klætt sig í stíl við liti veggsins í Iðnó. Það bara fellur alveg inn í, Síðan getur COVID við og það er engin fundur, en það er aukið fjármagn í sjóðinn, það er spýtt í, við eigum að dæla peningum út í atvinnulífið og þarna sjáum við að það er fundur eða úthlutunar, umsóknarfrestur úthlutunar í júní, sem er mjög sjaldgæft, því venjulega eru í febrúar og svo í september. En þetta var auka úthlutun, því við fengum innspýtningu upp á 700 milljónir og það var bara keyrt á það að úthluta þessum peningum strax til þess að koma þeim í vinnslu. Til þess eru peningarnir, því það gerist ekkert að þau liggja inn á einhverju reikningi. Þannig að þetta var unnið þarna og þá sjáum við, þá kemur annað stökk hjá okkur. Það þurfti faraldur til og svo er bara spurning hvað gerist þarna í endan á þessari línu. Haldið áfram að nú vaxi aftur. Þessar upphæðir eru miðað við verðlag 2023 og við sjáum að við erum búin að úthluta samtals, eða sjóðurinn hefur fengið samtals 45 milljarðar, 35 milljarðar á verðlagi hvers árs. Þetta eru miklu peningar, en það líka hefur skilað sér svolítið tilbaka í þjóðarbúið. Þannig að sjóðurinn er orðinn grænn. Það er ekki alveg hreint rétt kynjahlutföll eins og kom fram hérna áðan, en hann hefur allavega grænkað og ég held að hlutföllin hafi nú batnað líka talsvert á síðustu árum, þannig að þetta stefnir allt í rétta átt og þessi mynd frá Svandísi í fyrra, hún var svo ansi gerðarlega, ég ákvað skellinni hérna upp, en þetta er sjóðurinn eins og hann er í dag. Og þarna sjáum við kannski ákveðna þróun. Við erum, ég tegnum þarna rauða Ranníslitinn, þegar vorum við bara púra tæknisjóður og það var mikið kvartaði því að við værum bara úthluta verkfræðingum eða tölvunarfræðingum eða eðlisfræðingum, eitthvað svoleiðis. Það breyttist þannig að tæknin, það verður meiri tækni þróun og síðan eru komin í nýsköpun. Og það má alveg hreint veltaði fyrir sér akkur heitir þessi sjóður ekki bara nýsköpunarsjóður, en á sínum tíma var það nafn var það tekið, en ég held að það sé laust í dag. Ég veit ekki alveg hver staðan er þarna. En þannig ég er búin að fara á hundavaði yfir þessa sögu, en kannski hefði ég ekkert, og Davíð nú búin að hjálpa mér við glærurnar, kannski hefði ég ekki þurft að vera að eyða öllum þessu tíma í þetta, því að nú er komin til gervigreind og ég spyr, hvað veistu um Tækniþróunarsjóð?
Tækniþróunarsjóður íslenskur sjóður sem styður rannsóknir, þróun og nýsköpun í tækni. Hann stýrt af Rannís og hefur það að markmiði að styrkja verkefni sem stuðla að aukinni tæknitengju, nýsköpun og vöruþróun. Sjóðurinn veitir fjárstyrk til fyrirtækja, stofnana og einstaklinga sem stundar rannsóknir og þróun í tækni og leggur áherslu á verkefni sem geta haft verulega áhrif á atvinnulífið og skapað ný tækifæri. Þannig að gervigreindin var, ég held að það verið 1 mínútu að klára þetta. Ég held að við sátum yfir þessu Davíð í 2 daga held ég, safnaði saman. Takk fyrir mig. Takk hérlega Sigurður fyrir þetta endurlit. Ég veit ekki, Sveinn, ertu nokkuð í salnum? Sveinn Þorgils? Nei, hann ekki hann trjáræktandi núna ef ég rétt upplýstur. Ég horfi hérna líka á framkvæmdastjóra Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Ég veit ekki, en ég held að í tengslum við þá endurskoðun sem að nú á sér stað varðandi lögin sem að sumir af sjóðunum sem heyra undir Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti heyra, þá sé tilefni til þess að íhuga breytingu á nafni og við eigum bara gott samstarf við ráðuneytið og Rannís mjög áfram hugmyndina færri, stærri og öflugri sjóði. Og ég held að þessi sögulega yfirferð sem við höfum fengið núna sýni að þeir eru öflugir. En til þess að bæta betur, þá ætlum við að fá hér Gunnar Óskarsson til þess að segja okkur aðeins frá áhrifamötum. Þetta sérstakt að sjá þetta orð í fleirtölu, af því að hann hefur komið að því oftar en einu sinni að meta áhrifin. Hverju hafa þessir 45 milljarðar á verðlagi dagsins í dag raunverulega skilað? Svo gjörðu svo vel, Gunnar. Ég var aðeins eftir að kynnast tækninni. Get ég hérna? Já, getum við að nota örvarnar hérna? Já, veitu. Svona. Veitu? Hérna? Já, ok. Ég hef tekið þátt í því skemmtilega verkefni að reyna að meta áhrif styrkveitinga Tækniþróunarsjóðs undanfarin ár. Ég hef framkvæmt svona mat í tvígang ásamt félaginu Guðjóni Helga Egilsssyni sem ég ætla að biðja að koma inn í þessa kynningu meðan hún fer fram. En við höfum gert þetta fyrst 2018 og síðan 2022 og við erum alltaf að meta styrkþega frá 3 til 5 árum aftur í tíman af því að það er ekki hægt að meta áhrif styrkja leið og hann fæst. Það þarf að bíða eitthvað smávegis. Þannig að ég ætla að fjalla, ég má víst nota örvatakkana. Ég er ekki með svona flottar glærur eins og Áslaug og félagar en sumar eru betra þessar eru mjög einfaldar. En við erum að reyna að meta þessu áhrif ekki bara í beinum peningum, það mjög erfitt að meta þetta peningalega nema svona ágætisdæmisögum eins og Oculus og við komum inn á það eins og flest allir hérna í dag sem eitt dæmi mörg fyrirtæki sem þar En við erum að reyna að meta áhrifin á bæði efnahagslífið, hvaða áhrif höfðu styrkirnir á samfélagið og hvaða áhrif hafa þeir á umhverfið sem að tónar vel við grænu áherslunar hans Sigurðar hérna rétt áðan. En það eru þessi 3 þættir sem við höfum reynt að skoða hvaða áhrif þessi styrkir á að skila í þessum þáttum. Og við skiptum þessi í 2 þætti, annars vegar hvaða áhrif skiluðu styrkirnir til styrkþegana sjálfra sem voru með nýsköpunarverkefnin og svo framvegis. Það eru verkefni sjálf. Við viljum líka meta hvaða áhrif höfðu styrkirnir á færni og samkeppnishæfni styrkþega í alþjóðlegu samhengi, frekar en bara innlendu. Hvaða tengsl hafa styrkþegarnir myndað á grundvelli styrkjana við innlenda og erlenda aðila og síðan hvaða áhrif hafa styrkirnir haft á sjálfbærni í nýsköpun þannig að fyrirtækin geti haldið áfram ekki bara þeirri hugmynd sem láti grundvallar styrkveitingunni heldur áfram. Og síðan erum við að meta samfélagið, við erum að tala útflutningin sem gríðarlega mikið þáttur, höfðu styrkirnir áhrif á samkeppnishæfni annarra fyrirtæki í greininni, umhverfi, lífsgæði og síðan þekkingar, sköpun og samfélagi sem ég veit að mikið áhuga verkefni hjá Áslaug Örnu samkvæmt því sem hún hefur sagt í
fjölmiðlum og er stórt atriði. Og við vissum það við getum ekki skoða þetta bara á grundvelli einhverja talna, þannig að við framkvæmdum þetta með tvennum hætti, annars vegar könnun og við vildum til þess að geta borið saman styrkveitingarnar, þá könnuðum við bæði hjá þeim sem að fengu styrk og þeim sem að fengu ekki styrk og reyndum að bera saman hver munurinn var á milli þeirra. Og síðan að því að þetta eru flókin viðfangsefni, þá tókum við líka viðtöl við styrkþega og reyndum að fá sýn í það hvernig þetta virkaði. Og þessu til viðbótar vorum við í samstarfi við 2 erlenda aðila, annars var aðila sem heitir Erik Arnold, það var Sigurður Björnsson sem kom mér í tengsli þessa ágæta aðila og kom þess af stað. Það var annars vegar Erik Arnold sem er mikill sérfræðingur í áhrifum styrkveitinga sem kom með góða punkta varðandi hvernig við ættum að meta þetta. Og síðan svipaður sjóður í Noregi sem var að veita svipaða styrki eins og tækniþróunarsjóður og við svona leituðum álits og fengum stuðning af þessum aðilum. Og hverjir voru niðurstöðurnar? Þetta er nú ekki bent niðurstaða, heldur bara áhugavert að skoða hvernig þetta er. En við veltum fyrst spurningunni hver var hvatinn fyrir verkefninu sem að sóttur og styrkur fyrir. Og ég ætla ekki að horfa á þess að tölur í smáturum heldur að draga það saman að við sjáum það fyrstu 4 súlurnar efstu. Þetta er mjög þekkingadrifin nálgun, þar að segja fyrirtækin eru að sækja styrki fyrst og fremst að þeir telja sig hafa einhverja nýjung, eitthvað sérstakt fram að færa sem að getur skapað eitthvað frekar heldur en annað, þó að þarna sé aðrir áhugaverðir þættir líka. Ávinningur fyrir fyrirtækið, það tvíþætt, það er velta fyrirtækisins, hún jókst en hún er ekkert endilega búin að aukast mikið á þessu stíi, þetta eru svo ung fyrirtæki. Hagnaður fyrirtækisins, hann jókst eitthvað, framleiðslu getan, hún jókst eitthvað, en síðan eru launakostnaðar. Þetta er ekki ofboðslega drifið þannig að minnka launakostnað, þetta er miklu meira drifið af því að reyna að fá hugmynd að einhverjum veruleika. Síðan eru aðrir þættir hérna sem kom inn, það er aðgengi að nýjum mörkuðum, það jókst mikið, það skiptir mjög miklu máli. Markaðshlutdeild erlendis, hún jókst og við sjáum að þetta er svipað bæði í báðum áhrifamötunum og síðan markaðshlutdeild á innlendum markaði er líka eitthvað aukast. Ég ætla að fara hratt yfir þetta því að ég veit að ágúst er að telja mínútur á mig líka og það vandi að gera þetta. En það sem að gerðist þekkingarlega séð og þetta er gert hann að styrkþegar eru spurðir á Likert kvarðast og hversu mikið þeir töldu að þessi áhrif voru og við sjáum að það er næstum því allir sammála því að styrkirnir leiddu til þess að þekking starfsfólks og þeirra sem unna verkefnunum hún jókst. Færni starfsfólks sem þá geta til þess að framkvæma ákveðna hluti jókst líka. Rannsóknar eða þróunaraðferðir urðu betri og við sjáum hérna Ókulis ég nefni það ennþá sem dæmi bara því að hann er hérna fyrsta bekk en þau eru miklu fleiri eins og við sjáum á eftir og starfsfólk fékk fræðslu og menntun sem að nýtist á ekki bara í fyrirtækinu heldur líka út í samfélagið. Síðan er það annað sem skiptir miklu máli að því við erum ekki nógu fær bara ein og sér að það skiptir miklu máli að myndum tengsl og það urðu tengsl við erlend fyrirtæki. Við sjáum á þessari mynd að það er svolítið mikil áhersla núna í seinni tíð á erlendu tengslin, þannig að við erum að sækja þekkingu miklu víðar og við fáum meiri innsýn inn í það á eftir, en það er líka fleira þarna sem kemur til. Núna ætla ég að gefa boltan til Guðjóns Helga, hann vann í það, hann tók viðtöl við styrkþega og mér fannst betur fallið að hann myndi lýsa því sjálfur hvað hann var að sjá þar. Ég kem svo aftur til ykkar eftir. Já, við tókum hérna fullt af viðtölum við styrkþega og til svo dýpri þekkingu á störfum þeirra. Þetta eru hérna viðtal til dæmis við innlenda styrkþega og sumir hefur verið hérna áður í viðtölum og fengið styrki og svo voru náttúrulega nýjir aðilar líka í styrkum og til dæmis hérna dúhopp og ekki tónlist er þarna.
Síðan hérna tölum við hérna nokkar styrkþega sem við fengum erlenda styrki. Við tókum nú eitthvað fleiri viðtöl en þetta, en svo skemmtilega vildi til að það voru allir hérna viðmælendur með doktorspróf og hérna kom hann verulega óvart. En segja samt sem áður hvað menntun skiptir máli og hvað hann gefa allan til þjóðfélagsins. Við hérna könnum líka hérna umhverfismálin, þau eru mjög hérna í fókus í dag. Menn vilja draga hérna úr kolefnisspori og vernda umhverfið og auka sjálfbærni. Og þarna sjáum við rusl og til hægri þá er hérna tókleri. Hann er búinn til úr þessu sjávarrusli. Þannig að hérna það er ákveðin auðlind þetta rusl, þó það eigi nú ekki að vera. Og það sem kom svona upp úr þessu viðtölum, bara kom verulega óvart. Það var hérna meðan hérna enginn viðmældi nánast hérna myndist á umhverfisáhrif eða sjálfbærni í hérna fyrri rannsókninni hjá okkur. Það voru allir sem að töluðu umhverfisáhrif, hver einn og einasti. Og þeir myndu það var ekki svona bara skraut. Svo hérna talaði við aðilar sem eru frá Þóræs og ég var að hugsa hérna hvað er svona merkilegt í klaka, kæla fugla. En það hefur haft þau áhrif að til dæmis þeir eru núna komnir til Frakklands í stærsta kjúklingabú sem er í Frakklandi og ætla að taka svo öll búin þar, þannig að þetta er engin smá markaður. Og þeir fá bara 0 tilbaka vöru. Þeir fengu 30% af kjúklingu tilbaka, nú er það bara 0. Þannig að þetta er áhrif. Og svo þessi tókleri sem ég bent á áðan, að það er hérna hjá Pólar, þeir nota rusl úr hafinu til þess að endurvinna og búa til umhverfisvæna tóklera sem að skafa ekki botninn. Og í dag er enn verið að nota gamla tóklera úr timbri og stáli sem að rífa upp kolefnissporið úr sjábotninum, CO2, sem er komið 0,04% í dag og stefnir í hærra. Einnig hérna orf líftækni, þeir eru að bæta hérna fóður og þeir draga líka úr hérna sýkingu hjá hérna dýru sem að neyta fæðunar 30% ef maður rétt. Þannig að þeir koma mótið þarna annar tækni hjá Þóræs sem að rífi niður kolefnissporið allverulega því að ekki viljum við, og matarsóun, ekki viljum vera að henda matnum alveg í tonnavís, þetta er nú ekkert hérna lítið magn. Og svo þekkjum við það hérna verslunarhættir er að breytast og hérna HR, Háskóli Reykjavík, þeir eru hérna stúdera hérna nýja tegunda verslun þar sem að mannsöndin kemur nánast ekki að, það eru róbótar og allt sjálf tæknivægt þarna innan dyra. Dohop, þeir hérna er að hjálpa fólki til þess að finna nýja leiðir til þess að ferðast og tengja sem sagt hérna lestarkerfið við flug, þannig að það sem getur tekið lest erlendis að þá hérna er sú leið hérna valin líka, að benda á það, þannig að það dregur líka úr kolefnisspori. Og síðan hérna í sambandi byggingareiðinaðinn, þar hérna talaði við hérna Gerósjón og ég sé það er margt hérna margt starf sem er góð framtíð í og til dæmis hérna þeir geta notað sem sagt vikurinn okkar og búið til steypu úr honum. Þannig að við gætum í raun og veru svona tæknilega að segja haft alla okkar hérna vegi úr vikri sem steypt á og þetta er efnisandar og hérna gott í húsbyggingar og svo framvegis og hérna spara alveg fullt af kolefnisspori við það. En nú ætla Gunnar að taka hérna við aftur. Það er ekki margar myndir eftir, ég ætla aðeins að sumera þetta. En það er þannig í nýsköpun að það er
eðli nýsköpunar er þannig að það eru miklu fleiri aðilar sem leggja af stað heldur en klára vegferðina, þannig að það eru mörg dæmi. En ég ætla bara að nefna örfá dæmi vegna þess að við höfum ekki efnahagsstærðir fyrir styrkþega almennt og getum ekki metið það þannig, en við getum hort á nokkur dæmi. Og það er búið að nefna hérna áður Keresis á þessum fundi. Þeir eru búin að sýna fram á það hvað mjög stóra hluti bæði efnahagslega séð og líka fyrir bara heilbrigði fólks í heiminum. Nox Medical hefur líka komið fram meðal annars á ráðstefnu í Glæru frá honum Sigurði hérna, þar sem þeir eru búin að skila alveg gríðarlega miklum fjármunum. Þetta er allt fyrirtæki sem segja við okkur að þeir hefðu ekki komist áfram með verkefnin nema að því að kom styrkur frá Tækniþróunarsjóði. Það er samhengi sem við erum að tala um hérna. Kontrollant var líka nefnt hérna áðan sem að hjálpaði ekki bara Íslendingum í COVID-unu heldur öllum heiminum og er að skila miklu til heimsins. Dóhopp, Guðjón Helgi kom aðeins inn á það er fyrirtæki sem er að finna leitarvél sem allt í einu er ekki bara að skapa peninga, heldur er að minnka kolefnisspor og gera ýmislegt þannig. Og síðan eru fleiri önnur fyrirtæki sem að koma að inn í þetta. En skemmtilegasta setningin, og við gátum tekið þessa setningu frá nánast hverjum viðmælanda, en við tókum eina. Ég myndist á útflutning á þeim og þeir sögðu það að sagði þeir einn viðmælandi. Endurskoðendurnir myndi ekki verða varir við það þó að íslenski markaðurinn hyrfi algjörlega. Og ég minnir að þetta sé frá Pétri í Nox Medical, en það voru allir að segja meira og minna það sama, þannig að við sjáum hvað þessi erlendu áhrif eru gríðarlega mikil. Ókulis er dæmi sem að kom á veg okkar aftur og aftur og við vorum alveg dolfallnir þegar við heyrðum hvað þið verið að gera þar, sérstaklega því að mágur minn, hann þarf að mæta einu sinni í mánuði og láta sprauta gegnum augað á sér. Hann mætir bara að gera það reglulega einu sinni í mánuði hjá Einari Ágæti eða hans kollegum. En þannig er verið að þróa lyf eða lyfjaferju sem ég ætla ekki að útskýra hér, hann er gríðarlega stórt dæmi og er orðið margra milljarða króna virði. Þannig að þetta eru verulega stóri peningar. Þannig að niðurstaðan sem við fengum eftir að hafa metið áhrif Tækniþróunarsjóðs í þessi 2 skipti er að verkefni styrkt af sjóðnum, þau stuðla aukinni verðmætasköpun, þau skapa aukna þekkingu og í auknu mæli leiða þau til verndun umhverfisins sem var kannski ekki endilega upphaf umsóknarinnar, en við erum að sjá það í vaxandi mæli að þetta er eitthvað sem við erum að vera vari við. Og þetta er fjölþjóðlegt, þannig að við fengum þess ágæti mynd að segja takk fyrir okkur á mörgum tungumálum sem að svona tengir því að við erum að færa okkur í alþjóðlegt umhverfi. En ég þakka fyrir og held að við höfum klárað þetta að vinna við 10 mínútum eða cirka bát. Ég held að tímavörðunni sé enga veginn að standa sig í dag. Það er nú einhver 2-3 sæti hérna laus. Ég vildi bara minna á það núna, eins og þið sáu þá þurfti ráðherra að hverfa frá, en hún stefnaði að koma hérna aftur á eftir vegna þess að við ætlum núna að fá 2 dæmisögu og svo smá innlegg frá samstarfsaðila okkar. En síðan á eftir, þegar það er búið að kynna úthlutunina, þá viljum við gjarnan fá hópmyndatöku með þeim sem er að fá styrk núna og vonandi nær ráðherra í tæka tíð fyrir þá myndatöku. Þannig að nú ætlum ég að minna þá sem að koma hér á eftir að það eina sem stendur á milli veitingana, það er bara þið. Þannig að vera svolítið rösk, en það er búið að minna svo oft á Oculus hérna. Það er komið tími til að þeir fái bara að mæta hér á svæðið og það finnst að Sigurður skildi vera með mynd af Páli Jóhannesinni frá því fyrir nokkrum mánuðum síðan. Þannig velkomin aftur, Pál. Gjörðu svo vel. Takk. Kæra þakkir og takk fyrir að fá að koma hingað og bara fyrsta lagi að þakka öllum sem hafa verið hérna undan og sýnt Oculus þá virðingu að sitja okkur á glærur og minnast á okkur sem fyrirtæki sem hafa náð árangri. Og kannski líka sérstaklega þakka Sigurði fyrir þessa mynd sem hann fann af mér, þar sem ég er með opinn munnin og lokuð augun eins og flest öllum öðrum myndum.
En eins og kom fram þá heiti ég Páll Ragnar Jóhannsson og framkvæmdastjóri viðskipta hjá Oculis. Ég var beðinn að segja stutt frá reynslu Oculis undir yfirskrift þessa fundar sem frá fræi til frama. En Oculis fyrirtæki sem verður til við Háskóla Íslands, stofnað af Einari Stefánssyni, prófessor í augnlækningum og Þorsteini Loftssyni, prófessor í liðafræði. Fyrirtækið stofnað árið 2003 en ég kem að félaginu sjálfur árið 2015 og þá kannski með það markmið að breyta því úr einhverjum marki akademísku félagi í hefðbundnara nýsköpunar eða líftæknifyrirtæki ásamt því að tryggja félaginu fjármögnun. Ég ætla því ekki að tala mikið vísindin á bak við félagi í dag, heldur fara yfir fjármögnunarsögu félagsins ásamt því að fara eins yfir almennt kannski reynslu af fjármögnunarferli nýsköpunarfyrirtækja. Þannig að við, þegar Oculis skráð á markaðana, við þurfum að setja fyrirvara hvernig sem við tölum fyrirtækið. En ef við komum að Oculis, þá hefur félagið þann tilgang að nýta nýsköpun til þess að þróa augnlyf sem geta bætt sjón og meðferð augnsjúkdóma. Félagið í dag með höfuðstöðvar í Sviss, auk þess erum við með rannsóknarstofu og starfsemi hér á Íslandi, ásamt því að vera með skrifstofur í Boston í Bandaríkjunum. Fyrirtækið skráð, eins og kom fram hérna áðan, erum skráð bæði á markaði í Bandaríkjunum frá því mars á síðasta ári, ásamt því að vera skráð í Kauphöllina hérna á Íslandi síðan í apríl á þessu ári og félagið með markaðsvirði einhvers staðar á bilinu 75 til 80 milljarðar króna og því ef við notum þann mælikvarða orðið nokkuð stórt á íslenskan mælikvarða. En til að byrja á byrjuninni, af hverju erum við að þróa augnlyf? Jú, augnsjúkdómar gríðarlega stórt vandamál en þannig áætlar Alþjóða heilbrigðisstofnunin að á bilinu 2 til 3 milljarðar manna þjáist af augnsjúkdómum sem geta leitt til blindu. Með fjölgun aldraðra, sykursýkis faraldri og öðrum áhrifaþáttum gert ráð fyrir að þörfin fyrir ný augnlyf muni vaxa mikið og ennþá frekar á næstu árum og áratugum. Það þróa ný lyf hins vegar ekki einfalt og einungis lítill minnihluti þeirra lyfja sem hafist handa við að þróa, fá á endanum markaðsleyfi hjá lyfjayfirvöldum og ekki óalgengt að tíminn sem þetta tekur séu 10 ár og jafnvel þaðan af lengur. Þannig að lyf sem komast í gegnum þetta nálarauga eru þannig verðmæt, afar verðmæt, bæði fyrir sjúklinga sem og þau fyrirtæki sem að þeim standa. En Oculis hefur horft til þess að þróa lyf þar sem mikil þörf fyrir betri meðferðarúrræði. Í dag félagið með 3 lyf sem eru komin á stig klínískra rannsókna, ásamt því sem fleiri lyf í forklínískum rannsóknum. Það lyf sem komið lengst á veg hjá okkur, OCS-01, byggt á tækni sem var til hér á Íslandi við Háskóla Íslands og byggir á tækni sem miðar að því að koma lyfjum til afturhluta augans á meðan að sjúkdómar í afturhluta augans í dag meðhöndlaðir með sprautum. Í dag, þetta lyf sá sjúkdómur sem við horfum helst til þarna, heitir sjónhimnubjúgur í sykursýki, hrjáir milljónir manna og með því að koma með augndropa til þess að meðhöndla sjúkdóm getum við því umbylt meðferð þessara sjúklinga og bætt almennt meðferð þannig að þeir sem fá ekki meðferð við hæfi í dag geti fengið meðferð. Til þess að setja OCS-01 og þetta lyf sem við erum að þróa í fjárhagslegt samhengi þá nemur árleg sala lyfja við sjónhimnubjúg í sykursýki yfir $3 milljörðum í dag og þá einungis að ræða fáein sprautulyf sem að gagnast afmörkuðum hluta sjúklinga. Til viðbótar við OCS-01 erum við síðan með OCS-02 og OCS-05 sem eru lyf sem við fengum réttindin að með leyfissamningum og tækifærin í þessum lyfjum eru svipuð að stærðargráðu eins og OCS-01. En til þess að komast á þetta stig hefur Oculis sótt sér verulegt fjármagn frá fjárfestum, einhvers staðar ríflega $300 milljónir. Og áður en ég fer kannski yfir fjármagnarsögu okkar í Oculis, þá langar mig að fara stutt almennt yfir almenna reynslu af fjármögnun nýsköpunarfyrirtækja og þann ramma sem gjarnan settur í kringum það ferli. En eins og kannski kom fram í erindi hjá Áslaugu Örn áðan, þá starf nýsköpunarfyrirtækja og þá kannski líka fjármögnun undir þeim hatti. Þetta erfitt ferli, þetta tekur á og fjármögnun nýsköpunarfyrirtækja töluvert ólík fjármögnun þroskaðra fyrirtækja.
það tímafrekt, það að samfara fjárfesta framtíðina, jafnvel nýja markaði og almennt nýja nálgun sem felur í sér verulega áhættu. Og ef við horfum á þessi fyrstu samskipti við fjárfesta, líkt og sérhæfða vísissjóði, þá segja þeir flestir nei. En það kannski allt í lagi og ég myndi telja að nánast öll fyrirtæki sem hafa náð árangri, sem hafa byrjað sem lítil fræ og orðið að stærri fyrirtækjum, hafi fengið höfnun frá fjárfestum. Og í því samhengi þá finnst mér skemmtilegt og oft jafnvel gagnlegt á fyrstu augum að horfa til eins virtasta vísisjóð Bandaríkjanna sem heitir Bessemer Venture Partners. Af því að þessi sjóður birtir ekki bara upplýsingar fyrirtæki sem þeir hafa fjárfest í, sem eins og til dæmis LinkedIn og Shopify, heldur birtaði líka lista yfir fyrirtæki sem þeir hafa hafnað, svo kallað anti-portfolio. Á þessum lista að finna risastór fyrirtæki sem hafa náð gríðarlega miklum árangri og meðal annars 3 af 10 verðmætustu fyrirtækjum heimsins í dag. Og ef við skoðum af hverju var þessum fyrirtækjum hafnað. Það var engin trú á markaðnum, teymið var lélegt, verðmætið var galið og það var einhver annar sem var komið miklu lengra eða eins og skilaboðin sem stofnandi Facebook fékk, vinur, hefur ekki heyrt Friendster. Þannig að þetta áhætta sem þarf að yfirvinna og það raunlega það sem að öll nýsköpunarfyrirtæki sameiginlegt að hefðbundið fjármögnunarferli miðar að því að fjármagna fyrirfram ákveðnar vörður sem dragur áhættunni og skapa með því verðmæti. Fyrstu skrefin gjarnan viðskiptahraðlar, englafjárfestingar, styrkir eða hliðstæðar fjárfestingar og það fjárfestingar sem leyfa verkefnum að komast að stað eða mætti jafnvel kannski frekar segja að leyfa hugmyndum að verða að verkefnum og fyrirtækjum. Og hér á landi þá vert að nefna að Rannís, Tækniþróunarsjóður, Rannsóknarsjóður skipta gríðarlega miklu máli og eins og hefur komið hérna fram í fyrri erindum, þá held ég að sé vandfundið það fyrirtæki á Íslandi sem hefur byrjað sem nýsköpunarfyrirtæki sem hefur ekki á einhverjum stigum fengið styrk frá annaðhvort Rannsóknarsjóði eða Tækniþróunarsjóði. Og ég get allavega fullyrt fyrir Oculus að Oculus væri ekki fyrirtæki sem væri til í dag án þess að til þessa stuðnings hefði komið. En eftir þessi fyrstu skref þá fylgja síðan fjárfestingar vísisjóða í því sem yfirleitt vísað til sem Series A, B og C, þar sem hver umferð miðar að því að fjármagna frá einni vörðu til þeirra næstu. Fjárhæðirnar fara yfirleitt hækkandi eftir því sem lengra farið í stafrófinu en áhættan minnkar á móti, en þannig má nefna að með einhvers konar tölfræði að þá þau fyrirtæki sem að klára Series A fjármögnun hafa 40% lífslíkur á meðan fyrirtæki sem að hafa lokið við Series C fjármögnun öll langlíklegust til þess að starfa áfram. Í framhaldi af vísi fjármögnun þá fylgir síðan síðustu þrepin sem þá skráning á markað eða sala á fyrirtækin í heild. Og ef ég sný mig þá aftur að Oculus, þá, eins og ég nefndi áðan, þá væri Oculus ekki til í dag ef ekki hefði komið til stuðningu frá íslensku nýsköpunarumhverfi, hvort sem að það Háskóli Íslands, Rannsóknarsjóður, Tækniþróunarsjóður, Landspítalinn. Umhverfið hér á Íslandi var núna það sem skapaði Oculus. Félagið stofnað 2003 en var rekið að einhverju marki fyrst og fremst sem akademískt félag allt til ársins 2015. Það að segja með akademísku félagi á við að það hafði ekki sótt sér fjármagn frá fjárfestum. Félagið var fjármagnað fyrir styrki og þar á meðal frá bæði Tækniþróunarsjóði og Rannsóknarsjóði. Félagið nær mjög góðum vísindaárangri á þessum tíma og setur stoðir undir það félag sem Oculus í dag. En ef ég liti í baksýn í speilin þá mætti kannski segja að félagið hefði mátt fara fyrr af stað að leita til fjárfesta, þar sem þá hefði mátt nýta það fjármagn til þess að stytta þennan tíma, þar að segja stytta þróunarferilinn. Og þetta kannski það sem ég myndi segja væri reynsla sem mætti heimfara á fleiri íslensk nýsköpunarfyrirtæki, það að segja að bíða ekki of lengi með að fara og sækja fjármagn til fjárfesta, einfallega til þess að geta hraða á þróun áfram. En það má segja að Oculus verði hefðbundnara nýsköpunarfyrirtæki árið 2016. Þá koma Brunnur, Vaxtarsjóður og Silfurberg að félaginu í því sem við höfum kallað Series A fjármögnun. En hérna myndi ég líka vilja nefna að það hafa verið ákveðlega jákvæð þróun á síðustu áratug að
Þessi fjölgun sem hefur orðið á vaxtarsjóðum á Íslandi sem að fjárfesta í íslenskri nýsköpun, hvort sem að það eru brunnir eða aðrir þeir sjóðir sem hafa stækkað og dafnað. En í framhaldi af Series A fjármögnun Oculis göngum við síðan frá svo kallari Series B fjármögnun og það má kannski segja að félagið eins og það skapað í dag verið til á þeim tímapunkti, stofnum svissneskt móðurfélag, fáum til liðs okkur öfluga erlenda sérhæfða líftæknisjóði, fjölgum starfsmönnum og vinnum áfram byggt á því. Förum líka í Series C fjármögnun og með þessari vísi fjármögnun tryggðum við okkur réttindina bæði OCS 02 og OCS 05 ásamt því að koma því lyfi sem að verður til hér á landi OCS 01 í þriðja fasa klíniskra rannsókna sem sá fasi klíniskra rannsókna sem síðastur áður en mögulegt þegar að sækja markaðsleyfi. Það síðan á þessum grunni sem félagið skráði í Kauphöll, fyrst í Bandaríkjunum í mars á síðasta ári og síðan hér á landi í apríl á þessu ári. Þetta setur félagið í sterka stöðu, við erum með mjög öflugt pipeline af þróunarlyfjum, við erum vel fjármögnuð inn á síðari hluta ársins 2026 og erum náttúrulega vel í stakk búin til þess að nýta þau tækifæri sem búa í Oculis. En að lokun, þar sem að erindi þetta átt að snúa því að reynslusögu Oculis, þá myndi ég kannski draga það saman í eftirfarandi 3 punkta. Í fyrsta lagi, án þess að fá stuðning frá íslensku nýsköpunarumhverfi, háskólunum, Rannís, Tækniþróunarsjóði, Rannsóknarsjóði, þá væri Oculis einfaldlega ekki til í dag. Númer 2, ef ekki hefði verið fyrir það öfluga vísindastarf sem að frumkvöðurar Oculis stóðu að í samstarfi við aðra vísindamenn og þessum góða vísinda árangri sem þeir náðu, hefðu fjárfestar aldrei haft áhuga á Oculis. Og í síðasta lagi, ef við hefðum ekki leitað til fjárfesta, ef við hefðum ekki tekið það skref, fengið þennan stuðning frá fjárfestum og þar á meðal sérhæfðum erlendum líftæknisjóðum, þá hefði félagið ólíklega náð að komast á þann stað sem það er komið í dag. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Páll. Þá ætlum við að fá seinni árangurslega reynslusöguna sem að kemur frá So Green og hún grín. Gjörðu svo vel, Guðný. Ég get sýnt ykkur það. Takk. Komið sæl. Já, ég heiti Guðný Níelsen og ég ætla að segja ykkur hérna frá litla metnaðarfulla sprotanum okkar, So Green, sem við stofnuðum fyrir rétt 3 árum síðan í kjölfar þáttöku í snjallræði sem hraðall og var þá hraðall á vegum Icelandic Startup sem núna klakk og Höfða friðarseturs. Ég hafði þá lengi unnið að alþjóðlegu hjálparstarfi, mikið af valdeflingu kvenna og stúlkna þar sem menntun algjör undirstaða og vitandi hversu mikilvæg loftslagslaust menntun stúlkna heilengi þá beið ég alltaf eftir einhver myndi taka þetta og færa þetta úr þessum þróunarsamvinnu og hjálparstarfs anga yfir í alvöru loftslagslaust. En það gerðist ekki og að lokum bara gafst ég upp á að bíða eftir einhver annar gerði þetta og þá stofnuðum við vinkonurnar So Green. En þetta byrjaði allt saman fyrir áratug síðan þegar ég hitti þessar skólastúlkur í Malaví. Ég var þar til þess að taka út verkefni á vegum Rauða krossins í Malaví sem fólst í því að koma í veg fyrir barnahjónabönd og táningsþungun eða ótímabæra þungun táningsstúlkna með því að tryggja stúlkum menntun og valdeflað þannig. Í Malaví útskrifast aðeins 13% allra stúlkna úr gagnfræðaskóla. 13%. Fátækt helstum að kenna því að foreldrar sem vinna við kannski sjálfstyrkta búskap búa á mjög afskekktum svæðum. Þeir hafa hreinlega ekki efni á því að greiða skólagjöld fyrir börnin sín. Og þegar þeir ná að skrapa saman einhverju smávegisfé til þess kannski að senda 1 barn í skólan, þá verða sýnir yfirleitt fyrir valinu, sem að einhver leyti skiljanlegt því að sýnirnir eru þeir sem munu sjá foreldrum sínum farboða í framtíðinni, í ellinni. En stúlknanna býður því oftast ömurlegt hlutskipti. Nærri helmingur allra stúlkna í Malaví eru giftar fyrir 18. afmælisdaginn og 3/4 allra stúlkna eigna sitt fyrsta barn á aldursbilinu 15 til 19 ára. Og fólksfjöldi landsins sem í dag stendur í 20 milljónum, hann mun líklega tvöfaldast fyrir árið 2038. En þessar sömu stúlkur eru líka einmitt fyrstu fórnarlömb loftslagsbreytinga.
því þegar flóðin koma og þurrkarnir lengjast og uppskeran brestur og fátækar fjölskyldur steypast í enn meiri fátækt, þá grípa örvinlaðir foreldrar oft til þess ráðs að taka dætur sínar úr skóla og gifta þær frá sér til þess eins að geta brauðfætt afganginn af börnunum sinn betur. Og þetta sá vítarhingur sem að Sógrein vinnur að því að rjúfa. Og lykillinn að því eins og ég segi áðan, að menntun stúlkna í raun og veru loftslagslaust, mjög áhrifarík loftslagslaust. Og ástæðan hreinlega sú að menntun valdeflir stúlkur og veitir þeim þekkingu og vitund réttindi sín, sem eflir sjálfsákvörðunarvald þeirra í mikilvæga máli með snerta þeirra eigin líf. Menntaðar stúlkur eru miklu líklegri til þess að vera ekki giftar sem börn, giftast eftir 18 ára afmælisdaginn, ákveða að eignast börn sín seinna á lífsleiðinni, geta betur ráðið hversu mörg börn að eignast og svo framvegis. Og sem sagt lönd sem að fjárfesta í menntun stúlknanna sína sjá tíðni barna í hjónabanda lækka og þetta hægir á fólksfjölgun. Einfaldlega vegna þess að stúlkum tryggð menntun sem hefðu hvort eð rétt á. Og þar sem fólksfjöldi stýrir jú eftirspurn eftir orku og fæðu og húsnæði og samgöngum og öllu þessu, þá sjáum við að þetta veldur samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda. Og nú skulum við alveg aðeins horfa á þetta. Auðvitað kolefnisspor þessara stúlku pingu lítið og sérstaklega með okkur hérna á Íslandi. En það eru 130 milljónir stúlkna allan heim sem gangi ekki í skóla og þá sjáum við að samanlagt kolefnisspor þeirra getur verið ansi stórt og þess vegna þetta ein af áhrifaríkari loftslagslausnum heims. Og alþjóðlegu samtökin Project Drawdown hafa tekið saman og halda úti uppfærðum lista yfir áhrifamestu loftslagslausnir heims sem standa okkur til boða í dag á skala. Og þeir ranka þessar lausnir eftir áhrifamætti og mér langar aðeins að sýna ykkur hvernig menntun stúlkna í samanburði við nokkrar af svona þekktari loftslagslausunum. Menntun stúlkna í raun á pari við öll möguleg trjáræktarverkefni í heimi. Hún mun áhrifaríkari en öll möguleg sólarorkuvæðing í heimi. Og já, hún miklu áhrifaríkari en að skipta öllum bílaflota heims út fyrir rafmagnsbíla. En við vitum jú að fjármagni að sjálfsögðu ekki forgangsraðað í þessu hlutfalli og menntun stúlkna og í rauninni bara menntun barna yfir höfuð í lágtekjuríkjum verulega undirfjármögnuð. Og hvað ætlum við þá að gera? Og það var það sem við sáum að það þyrfti að finna nýjar leiðir til þess að veita meira fjármagni í menntun stúlkna ef við ætlum virkilega að virkja þessa loftslagslaust. Og þá ákváðum við að kolefnismarkaðurinn væri sá staður. Þið þekkið eitthvað kannski til þessa markaðar en hann hefur verið töluvert í umræðinu undanfarin ár. Fyrirtæki á Íslandi allan heim í auknum mæli að taka ábyrgð á kolefnissporinu sínu, mæla það sífellt betur og draga úr það sem þau geta, en ekkert fyrirtæki getur komið algjörlega veg fyrir losun og þá grípa mörg til þess ráðs að kaupa kolefniseiningar. Og hér þekkjum við kannski Votlendissjóð og Kolvi helst á Íslandi en þetta alþjóðlegur kolefnismarkaður og hann algjör frumskógur og stundum bókstaflega. En það eina sem við getum vitað hann það að ein kolefniseining jafngildir 1 tonni koldíoxíðs. Þannig að höfum það bara í huga. En fyrirtækjum standa oft til boða frekar svona takmarkað úrval af kolefniseiningum sem oft felst í skógrækt einhvers konar. En það sem verra það að flest nánast öll svona verkefni framkvæmd í öðrum há- og millitekjuríkjum. Þau fara ekki fram í löndum þar sem fólk þegar að þjást vegna loftslagsbreytinga og það síst það fólk sem að hagnast á þessu markaði. Og meira segja þegar til dæmis skógræktarverkefni eða einhver önnur verkefni fara fram í lágtekjuríkjum, þá það yfirleitt landeigendur sem gagnast og hagnast mest á þessu. Þannig að þetta líka eitthvað sem við sáum að þyrfti að breyta og þess vegna við núna að þróa fyrstu kolefniseiningar sinnar tegundir í heimi með því að tryggja menntun stúlkna. Og aðeins að fara yfir þetta ferli okkar hvernig kolefniseiningarnar verða í rauninni til, það ekkert rosalega flókið. Við vinnum með hjálparsamtökum, við vinnum með lokal hjálparsamtökum í hverju landi fyrir sig. Samtök sem sérfræðingar í og hafa mikla reynslu í því að tryggja menntun stúlkna. Þau vita hvernig þau að finna stúlkur sem að
fá ekki menntun og koma þeim í skólana. Við höfum þróað reiknilíkan, örhermilíkan sem að reiknar eins nákvæmt og hægt með raungögnum hversu mörg tonn koldíoxíðsígilda menntun einnar stúlku kemur í veg fyrir. Við tryggjum óháða úttekt þriðja aðila, skráningu kolefniseiningana í þar til gerðar kolefnisskrár og svo sjáum við sölu kolefniseiningana til einmitt fyrirtækja í sjálfbærni vegferð. Og með sölutekjunum þá fjármögnum við verkefni hjálparsamtakana og útkoman náttúrulega menntaðar stúlkur og betra loftslag. Nú á þessu ferli þegar við vorum búin að búa til hvernig við ætlum að gera þetta, þá fengum við sprota Tækniþróunarsjóðs sem var leikbreyti fyrir okkur og ég tek undir við hefðum aldrei orðið til, hefðum við ekki fengið sprota og þennan styrk. Þannig að það var alveg óskaplega mikilvægt fyrir okkur og gerði okkur kleift að vinna með 3 mjög virtum evrópskum vísindarannsóknastofnunum á sviði loftslags- og lýðfræðivísinda sem einmitt þessi geiri sem við erum að vinna í. Þetta eru International Institute of Applied System Analysis, Wittgenstein Center, þær eru báðir í Vín og svo Potsdam Institute for Climate Impact Research sem í Potsdam hjá Berlín. Nú við fengum okkur líka frábært ráðgjafaráð, það einn Íslendingur í því, Bjarni Herrera sem ég veit að mörg ykkar þekkja. Af hinum 3 gerir ég ekki ráð fyrir þið þekki neitt en hún Dr. Sonali Pachauri sem þarna neðst til hægri einmitt einn aðalhöfunda nýjustu skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál. Og mér finnst alltaf gaman að segja frá því að það var ekkert mál að fá þessar kanónur í ráðgjafaráð okkar því að þau höfðu alveg eins og við beðið heil lengi eftir einhver tæki þessar vísindaransóknir upp úr skúffunni og gerði eitthvað við það. Svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá fyrsta verkefnin okkar. Það hófst í janúar í fyrra. Við völdum Sambíu. Í raun og veru þessi loftslagslausn, hún möguleg í öllum löndum þar sem að skólasókn stúlkna lág og tíðni barnahjónabanda há. Það á við samfélagi allri Afríku, víða í Asíu og líka í Suður-Ameríku. Við erum að vinna í 2 héröðum, ég veit ekki hvort þið sjáið á þetta, en dagstu héröðum 2, Eastern Province og Southern Province, eru þau 2 héröð þar sem að tíðni barnahjónabanda hæst, 45% allra stúlkna eru giftar fyrir 18 ára afmælisdaginn í þessum héröðum. Og hérna eru samstarfsaðilarnir okkar, þið þekki væntanlega Rauða krossinn, hinn samtökin 2 FAVI, þessi efri eru pan-afrísk samtök sem að starfa í yfir 30 löndum Afríku og sinna ráðgjafarhlutverki við Afríkuráðið í málefnum menntunar kvenna og menntunar stúlkna. SOX eru lítil lokal samtök í Sambíu sem vinna í dreifbýli að koma stúlkum sem búa ekki nálægt við neitt skóla. Þannig að þær gætu aldrei að fara í skóla, þau koma þeim í svona heimavistarskóla. Myndirnar til vinstri eru úr þarfagreiningunni sem við framkvæmdum í upphaf verkefnisins, sem bara eins og í öllum góðum þróunarsamvinnu eða loftslagsverkefnum þá býður öllum hagaðilum að borðinu, þú ferð út á fyrirhuguðu verkefnisvæði, þarna voru yfirvöld félagsmála og menntamála, skólastjórnendur og kennarar og úr þorpunum, þá bjóðum við þorpsnefndunum og þorpshöfðingjunum, foreldrum, ungmennum, bara í raun og öllum sem hafa einhvern hag af svona verkefni. Við kortleggjum þarfirnar í samstarfi við þau og svo hönnum við verkefni þannig að það mæti þessum þörfum og þar með tryggjum við eignarhald íbúana sjálfra og stúlknanna og foreldrar þeirra á verkefninu. Þessar myndir eru frá fyrsta skóladeginum í fyrri verkefnilótun okkar sem hófst eins og ég segi í janúar 2023. Þarna eru stelpurnar að fá töskurnar og bækurnar og búningana og margar þeirra að fá fyrsta skópherri sem það hafa nokkuð tíma eignast. Við erum að vinna með gagnfræðaskóla menntun sem 5 ár, þetta í raun og veru, þetta heitir Secondary Education, þetta gagnfræðaskóla menntun pluss fyrstu 2 árin af framhaldsskóla, sem til 18 ára aldurs. Við erum að vinna með 28 skólum í þessu héraði, í þessum 2 héruðum og við erum með 2 verkefnilótur, stúlkur sem að hófu nám í janúar 2023, skólaárið Sambíu hefst í janúar. Svo átti seinni verkefnilóta með 9 stelpum að hefjast í janúar líka en það kom upp kólerufaraldur í fyrra haust sem að varð auðvitað því að skólum var lokað en þeir opnuðu svo aftur í febrúar þannig að þá byrjaði nýja verkefnilótan okkar. Og loftslagsávinningur þessa reiknaður með örhermilíkaninu sem að við þróum tæpar eða 25.000 tonn reiknaði við 50 ára tímabil. Og þið sjáuð hversu ofboðslega hægt þetta fer af stað, það eins og ég sagði áðan, kolefnisspor einnar stúlku alveg svakalega lítið
En ef þið hugsið þetta eins og kannski fjölskyldutré og hvernig þau vaksa, það sjáu þið eftir því sem kynslóðarnar koma og eru kynntar til sögunar, þá eykst þessi forðun, það er koltvíoxíðs ígildis tonn sem aldrei verða vegna þess í rauninni við erum að tala smærri hópa fólki. Og svo bara aðeins rétt undir lokin langaðum að tala sérstöðu kolefniseininga sógrín. Þetta eru kolefniseiningar sem myndast við það eitt að efla berskjöldu samfélög, þau samfélög sem verða helst fyrir barðinu á loftslagsváni en hafa síst til þess unnið og eru gleymd af mörgum. Kolefniseiningar hjá sógrín eru einstakar á heimsvísu að þær eru ekki bara mótvægisaðgerð vegna þess að draga úr losun, heldur eru það einnig aðlögunaraðgerð vegna þess að með því að auka menntunarstig samfélag þá leið aukum við getu þeirra til þess að bregðast við og tækla neikvæðar afleiðingar loftslagsvárinnar og þetta er mælanlegt samkvæmt svokölluðum ND-GAIN index. Og okkar kolefniseiningar eru þær einu á markaðnum í heiminum sem myndar sér það eitt að efla mannréttindi. Rétt stúlkna til menntunar, rétt til að vera ekki giftar sem börn og rétt til þess að ráða sjálfar hvenær þær hefja barneign og hversu mörg börn þær eignast. Og að lokum þau náttúrulega snerta töluvert mörg heimsmarkmið í raun og veru menntun tengd á einn eða annan hátt öllum heimsmarkmiðunum en við höfum ákveðið í allra okkar skýrslugjöf og vinnu að fókusa á þessi 6. Og síðasta glæra mín bara af samstarfsaðilunum okkar, fyrirtækjum og aðilum á Íslandi sem eru okkar fyrstu viðskiptavinir og hafa núna, síðan við byrjuðum verkefnið í janúar í fyrra, verið með okkur. Mörg þeirra eru fyrirtæki sem við hófum strax samtal við þegar við tókum þátt í hraðleinum snjallræði, því við vildum vita hvort einhver hefði yfir höfuð áhuga á svona kolefniseiningum og heldur betur. Og þetta eru bara alls konar fyrirtæki úr ýmsum geirum en þetta eru kolefniseiningar fyrir öll fyrirtæki. En við ætlum svo sjálfsagt að fara út á alþjóðlega markað því að það er miklu stærri markaður og það er það sem við ætlum að nota núna næsta styrk frá Tækniþróunarsjóði í að hjálpa okkur með. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Guðni. Þetta var áminning til okkar til þess að tengja þetta við fyrir erindi að áhrif, impact geta verið margskonar, ekki bara auðmæld í fjárhagslegu virði eins og við fengjum með Oculus og við eigum fleiri svoleiðis dæmi úr Tækniþróunarsjóði, heldur þessi áhrif eru annars konar og kannski ekki síður eða jafnvel mögulega mikilvægari. Og eitt af því sem við kannski þurfum að standa okkur betur í sem hluta af samtala okkar við stjórnvöld og það fjármögnunarumhverfi sem við búum við, það er að ná að fanga og gera grein fyrir þessum áhrifum sem er erfitt að mæla í krónum eða dollarum en skipta vissulega miklu máli. Eitt af því sem við byrjuðum á fyrir 3 árum eða ekki, var að við fórum í samstarf við það sem heitir núna KLAK og hugsunin á bak við það var að við legðum meira á okkur til þess að auka líkurnar af því að fyrirtækin sem við erum að styrkja nái meiri árangri. Svo ég ætla að biðja Ástu Sólilju, framkvæmdastjóra KLAKsins, að koma og tala hvað var það ekki, Blómstrandi. Blómstrandi Dafna. Bara ótrúlega gaman að vera með ykkur í dag til hamingju Tækniþróunarsjóði með 20 ára afmælið og innilegar hamingju óskir styrkþegar úr sprota og vexti sem er að fá styrk hérna í dag. Mér langar svona að beina máli minni sérstaklega til ykkar og segja ykkur frá þessu prógrami sem við hjá KLAK keyrum í samstarfi við Tækniþróunarsjóð og stendur ykkur til boða núna þegar þið búin að fá styrk úr sprota eða vexti. Og heitir Dafna og þetta verkefni hefur sannarlega verið blómlegt samstarf KLAK og Tækniþróunarsjóðs síðustu 3 ár. En markmið Dafna er að auka árangur þeirra fyrirtækja sem að hljóta styrk úr Tækniþróunarsjóði. Og þetta er sem sagt stuðningsverkefni fyrir sprota- og vaxtarstyrkþega og það er að ræða 4 mánaða vaxtarrými sem samanstendur af vinnustofum og skipulögðum menntunarfundum. Af hverju erum við að keyra þetta Dafna-prógram? Tilgangur KLAK er bara að styðja við sprota á Íslandi með öllum tiltækum ráðum og í afstyrkuðu Tækniþróunarsjóðs er
hafsjór af verkefnum sem að búa yfir mjög mikilli sérþekkingu og eru komin með fjármagn til að koma sér á stað og þetta eru akkurat fullkomni sprotar til að taka þátt í viðskiptarhraðli eða svona vaxtarrými eins og Dafna er. Því það er miklu auðveldara að kenna viðskipta- og nýsköpunarhlutann heldur en sérþekkinguna sem þú byggir upp á tugum ára. Og við trúum því að þetta skilir sér sem margföldun áhrif á styrkin og ég myndi bara segja að þetta verði næsta verkefni fyrir Gunnar og Kó hjá Háskóla Íslands að bera saman fyrirtæki sem hafa hlotið styrk úr Tækniþróunarsjóði og tekið þátt í Dafna og við saman við þau sem hafa fengið styrk og taka ekki þátt. Ég held að það veri ofboðslega áhugavert að sjá þá mælingu. En aðeins uppbyggingu vaxtarrýmisins að þá eru all þau fyrirtæki sem fá sprotaða vaxtarstyrk, þau fá boð að taka þátt í Dafna og ég bara hvet ykkur til að taka þátt. Og fyrir þau sem fá styrk eins og í úthlutunin eins og þið núna, að það hefst Dafna í september og þetta eru vinnustofur sem eru fyrsta, fimmtudag og föstudag í hverju mánuði. Og á milli vinnustofana að þá gert ráð fyrir að styrkþegar vinni raunhæfverkefni og þau fá líka mentorafundi sem að skipta líka sköpum. Og þannig að hver styrkþegi hittir að fá 4 mentorafundi sem eru 90 mínútur hver. Og svo líkur Dafna með kynningu frá öllum styrkþegum fyrir stjórn sjóðsins og fjárfestum og mentorum og fleiri lykilaðilum úr íslensku atvinnulífi og nýsköpunarstefnunni. Aðeins sögu Dafna, þetta var fyrst keyrt í kjölfar úthlutunar Tækniþróunarsjóðs árið 2021 og í fyrstu var þetta einungis fyrir styrkþega sprota og þá var þetta vinnustofa í 1 viku, teymin fengu 2 mentorafundi og þetta var skipt í 3 hópa bara eftir þörfum teima á mati fagráðs, það var markaðssetning, vinnustofu markaðssetningu, vinnustofu vöruþróun og skölun og svo tekið og viðskiptamódel. En við hjá Klak erum bara stöðugt í samvinnu við Tækniþróunarsjóð að bæta þetta prógram og þetta verkefni og í dag að þá er Dafna í boði fyrir alla styrkþega sprotar og vaxtar og við erum að bjóða upp á Þetta er raun og verið 8 vinnustofur í 4 mánuði og hvert teymi fær 4 mentorafundi og svo er þessi kynningadagur í lokin. Og ég ætlaði aðeins bara að sýna ykkur dæmi uppsetningu prógrams í Dafna. Við vorum að keyra Dafna sem kallum Dafna 6, 7. hópurinn sem fór í gegnum Dafna núna síðast og þetta er prógramið, þetta er Dafna 5 prógramið og ætla aðeins að sýna ykkur þetta. Og það er að þetta byrja bara á bara svona einhverju hópefli kynningu frá þáttakendum, svo kynningu frá Tækniþróunarsjóði í byrjun september og bara hvernig á ráðinni sprotafyrirtæki farið í gegnum Jobs to be done aðferðafræðina. Síðan föstudeginum eru kynningar frá sprotafyrirtækjum, kynning frá Míle, hvernig á að fara í samstarfi með stærri fyrirtækjum. Og á þessum föstudegi þá er í raun og veru svona uppskýru hátíð Dafnahópsins á undan. Þannig að þarna hittist þarna Dafna þá 4 og Dafna 5 og það er tengslamyndina viðburður með Tækniþróunarsjóði og fleiri. Síðan er þá næstu vinnustofur sem er þá í byrjun október. Þá er vinnustofur markaðssetningu og ýmislegt Evrópustyrki. Síðan í nóvember að þá eru vinnustofur varðandi einkaleyfi, þá eru hugverkaréttur og fjármögnun fyrirtækja og við erum mjög duglega að fá inn alls konar aðila erlendis frá til að koma og vera með erindi. Og ég ætla náttúrulega að taka þátt í samkvæmisleiknum og minnast á Oculus því að við hefum fengið Einar Stefánsson nokkrum sinnum til að vera með reynslusögu og enda stendur Oculus þarna á glærunni. Og síðan eru þá loka vinnustofunar í desember og það er þá varðandi vinnustafmenningu og kynningar fyrir fjárfestum og fleira. Og þá eru heill dagur þar sem er talað bara hvernig á að kynna verkefni fyrir fjárfestum og svo koma fjárfestarnir og hitta sprotana og kynna sig fyrir þeim. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá mentoraprógramminu okkar hjá Klak sem er svona hornsteinninn í Dafna-prógramminu. Við hjá Klak höfum alltaf nýtt okkur mentora alveg frá því fyrir löngu síðan
En fyrir 2 árum þá umbyltum við mentorakerfin okkar og við fórum í samstarf við MIT háskólan í Bandaríkjunum, tókum upp mentorakerfi sem þeir hafa verið að keyra síðustu 20 ár og erum núna eitt af 128 systursettum í 28 löndum frá þessu með þetta sem að keyra þetta prógram. Og við erum að styðja 80 til 100 sprota ári í gegnum þetta mentoraprógram og þetta byggir á hópfundum þannig að hvert teymi sem kemur í gegnum Dafna fær hóp af 2 til 4 mentorum sem þeim para sama við þarfir sprotans, hvaða hjálp þarf sprotin og við förum í gegnum mentorahópin og finnum hvaða mentorar henta þá til að hjálpa þessum sprotum. Og við erum allir mentorarnir okkar farið gegnum þjálfun frá MIT og við erum nú í dag með 126 vottaða mentora og í þeim hóp eru reyndir frumkvöðlar, stjórnendur úr skráðum félögum og alls konar sérfræðingar úr íslensku atvinnulífi. Og við trúum því að þetta sé að skila stórkostlegu virði fyrir sprotana að fá hjálp þessara flottu einstaklinga. Og svo er þetta myndir frá lokadegi, þetta var lokadagur Dafna 5 sem var haldinn í hátíðasal Grósku. Og þannig eru styrk þeirra bara að hafa styrk þeirra tækifæri til að kynna framgang fyrirtækina sinna fyrir gestum í sal sem eru starfsfólk Rannís, fjárfestar og mentorarnir okkar og ýmsir aðrir áhugasamir úr frumkvöðlaseninni. Og þarna hefur Tækniþróunarsjóður verið, eða Rannís fengið tækifæri til líka bara að spyrja sprotana út úr hvernig hefur gengið. Mig langar aðeins að fara yfir þátttöku hingað til. Það hafa 255 einstaklingar hingað til tekið þátt í Dafna og kynjahlutföllin eru bara í samræmi við kynjahlutföll í úthlutunum Tækniþróunarsjóðs, þarna 64% kallar og 36% konur. Þetta eru samtals 139 teymi sem hafa farið í gegn og þetta er meiri hluta teymi sem hafa hlotið sprotastyrk en líka 47 teymi sem hafa fengið vaxtarstyrk. Og aðeins þess að sýna ykkur umfangið, það var algjör sprenging núna í haustúthlutuninni 2023, þegar við tókum Dafna 6 hópinn inn. Það voru 37 teymi sem þáðu boðið að taka þátt í Dafna og þetta voru 84 þáttakendur og það er 21 sem hlaut sprota og 16 sem hlutu vöxt. Þessi aðalega fengu 25 fyrirlestra og vinnustofur og það voru 111 mentorar sem komu að þessu verkefni og hvert teymi fekk 4 mentora fundi. Og það er ótrúlega gaman að sjá að það hefur sjá bara svart á hvítu hvað Dafna-prógrammið er að veita mikið virði því aðsóknin í prógrammið hefur aukist mjög mikið. Við vildum verið með, eins og gegnum tíðina verið með rétt rúmlega 50% þáttöku en svo núna í síðasta hópi þá voru 37 af 41 teymi sem ákvað að taka þátt. Og það sem er líka ótrúlega gaman að sjá er að þeim sprotateymum sem býðst að taka aftur þátt í Dafna. Þannig að sprotateymi fari fyrst úthlutun úr sprota og svo fær hann úthlutun á vexti og ákveður að koma aftur inn í Dafna. Og það hafa 76,5% af þeim sem hafa býðst að taka þátt í annarsinn þegið boðið. Þannig að ég held að það segir mjög mikið virðið sem að Dafna er að veita. Og í lokin þá langar mér bara aðeins að sýna ykkur dæmi fyrirtæki sem hafa farið í gegnum Dafna-prógrammið, fyrirtæki sem mörg ykkar þekkja. Og ég ætlaði bara hvetja ykkur til að skrá ykkur í Dafna. Við munum bara á næstu vikum senda ykkur boð og prógrammið mun svo hefjast í byrjun september. Þannig ég bara hlakka til að vinna með ykkur í Dafna í haust. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir það, Ásta Sólilja, og ég vil svona fyrir starfsfólks Rannís þakka fyrir gott og gjöfult samstarfið ykkur. Ég held að þetta hefur verið heilla spór að fara í þetta samstarf. En þá er komið að því sem allir hafa beðið eftir og sérstaklega þeir sem að standa, að Guðrún Inga Ingólfsdóttir, hún ætlar að kynna vorúthlutunina og svo tökum við hópmynd hér á eftir. Gjörðu svo vel, Guðrún.
Góðan daginn, kæru gestir og sérstaklega styrkþegin. Ég býð ykkur sérstaklega velkomin. Ég heiti Guðrún Inga og formaður stjórnar Tækniþróunarsjóðs. Tók við núna í desember, svo ég ennþá að læra á sjóðinn og allt í kringum hann. En ég vil nefnilega þakka stjórnarmönnum og starfsfólki Rannís bara fyrir frábær samstarf við þessa voru úthlutun. Og einnig vil ég nú þakka fagráðsmönnunum sem leggja sér mikla vinnu við það að meta allar þær umsóknir sem koma til sjóðsins. En það nefnilega mikill heiður að fá að taka þátt í þessu starfi og fá þessa innsýn inn í nýsköpunarumhverfið og það helsta sem að gerast í þessu umhverfi. Þannig að ég þakklátt fyrir þetta tækifæri til þess að fá að vera hér með. En því miður það svo að við getum ekki styrkt öll þau verkefni sem við myndum vilja og sem sækja og því hvet ég þau verkefni sem hafa ekki fengið styrk á þessu sinni að sækja aftur. Næsti umsóknarfrestur 15. september. Sjóðunum bárust Sjóðunum bárust 414 umsóknir og voru veittir styrkir til 66 verkefna, samtals fyrir tæpan 1,5 milljarð. Heildar árangurshlutfall í þessari úthlutun 16%, þó það sé nú aðeins mismunandi milli flokka og kynjaskipting fyrir frumkvöðlana þessu sinni sem hljóta styrk voru 57% karlar og 43% konur. Hérna sjáum við svo fjölda þeirra styrkja í hverjum flokki. Og aftur vil ég bara óska öllum þeim styrkþegum sem fengu styrk til hamingju og óskaðum velfarnaðar í vegferð sinni. Það verður spennandi að fylgjast með framvindu mála. Við ætlum að spila hérna smá myndband hér á eftir en fyrst ætla ég aðeins að fá að tala við ykkur það sem við erum að fara að gera, vegferðin sem við stjórnin erum að fara í. En það kom fram í málu mínu á haustúthlutundinni að við, þessast ný stjórn, hefur huga á að fara í stefnumótunarvinnu fyrir sjóðinn sem sérstaklega vel við hæfa þessu 20 ára afmælisári. Og við höfum nýtt veturinn og vorið og núna fram á sumar að skipuleggja vinnuna og ætlunin að byrja krafti núna snemhaust í ágúst og vinnan stendur út haustið. Í grófum dráttum uppleggið eftirfarandi. Við byrjum á greiningavinnu stjórnar og starfsfólks á núverandi stöðu og líka skoða hvað verið að gera í svona sambærilegum sjóðum erlendis. En aðalfókusinn í þessari stefnumótunarvinnu, þó hún heiti stefnumótunarvinna fyrir stjórnina, verður á hagaðila sjóðsins. Við viljum eiga samtal við styrkþega, umsækjendur og bara raun og veru alla þá sem geta komið að sjóðnum og þannig að aðal uppleggið í vinnunni nefnilega vinnustofur með umsækjendum, styrkþegum, fagráðinu, stuðningskerfi nýsköpunarumhverfisins sem meðal annars ráðuneytið og klakið og fleiri bara raun og veru þeir sem vilja koma að þessari vinnu eru velkomnir og svo fjárfestingarumhverfinu líka. Því sem tekur við viljum líka fá þeirra raun og veru skoðun og input inn í það hvað getum við bætt. Og við erum líka að huga því að gera könnun. Svo mun stjórnin móta drög að nýrri stefnu. Og þegar við erum búin að því að þá viljum við fá ákveðna hagaðila aftur á borðinu áður en hún verður samþykkt. Bara til þess að halda þessu samtali lifandi og fá svolítið svona bæinn raun og veru kannski frá samfélaginu ef hægt Og svo munum við búið til aðgerða og framkvæmda áætlun verður sett fram. En hvað markmiðið með þessari vinnu? Markmiðið að bæta sjóðinn, ekki að breyta til þess að breyta. Við ætlum að halda því sem virkar og því sem gott, en við viljum skoða ferlið frá umsókn til eftirfylgni, svo að þau verkefni og fyrirtæki sem sendir sem geti nýtt umsóknarferlið til þess að bæta verkefnin sín. Og hvað þau fyrirtæki og verkefni sem fá styrk, að þau geti líka vaxið og dafnað og náða flugi. Og það það sem við viljum, það snýst að bæta sjóðir fyrir hagaðilana. Og þar eru allir undir þegar. Þannig að það nú bara það sem ég vildi segja ykkur. Ég óska ykkur innlega til hamingju. Nú ætlum við að spila smá myndband, svo ætlum við að biðja ykkur þegar myndbandin að klárast að styrkþeginu komi hérna upp til þess að sé hægt að festa þetta augnablik á mynd.
við ekki bara koma upp? Já. Inn í gildasalnum? Já, ok. Já, takk fyrir.